Það er gott að vera hérna með ykkur og þetta svona síðasta af 3 erindum vellíðan. Guðsteinn bróðir minn kom hérna fyrir ekkert lengur síðan að tala heilsu og sagði frá sinni reynslu líkamlegri heilsu. Og svo ég núna verið að tala vellíðan sem Guð vill að okkur líði vel. Ég byrjaði að líta á fortíðina, hvernig Guð fyrirgefur okkur. Hann tekur við okkur eins og við erum. Hann setur ekki á okkur skömm og sekt. Hann segir komdu og hann felur skömmina, lætur hann að vera kjöra. En stundum eru kristnir menn sem að lyfta henn upp. En hjá Guði þá erum við alltaf í friði. Svo í gærkvöldi talaðum í kapphlaupi nútímans að þá vil Guð gefa okkur hvíld. Að njóta lífsins. Og hvíldardagurinn lofurðum einn dag að fá að hvílast eilíft. Og mér njóta þess að vera með honum og það sem ég ætla að tala í dag. Þegar við lítum á umhverfið, nær umhverfið og fjær umhverfi, það sjáum við það margt sem að gerast í heiminum. Lengi vel var talað að náttúran umhverfið var á hraðri leið niðra við, að jöklarnir myndi allir bráðna og þeir kannski eru að því og sjórum myndi hækka og borgir fara á kaf. En svo aðrir segja, nei, þetta bara eins og gerist hringrásin. Víkingarnir voru á Grænlandi í 2 aldir og það var hlýtt og kölluðu landi Grænland. En það eru breytingar í heiminum. Við sjáum það. Og á milli manna, ilskan eykst, vonskan eykst. Á þessu ári hafa 19 kirkjur í Bandaríkjunum verið ráðist á með skotvopnum og hnífum og kveikt í. Síðasta var kirkja í Michigan, mormónakirkja, maður sem var ekki sáttur við á, keyrði inn andýrið með bílinn, skautar innan og utan og kveikti í húsinu. Og þetta leiði til þess að meiri sér kirkjunum minni, að við erum fann að hugsa, hvað þurfum við að gera til þess að vernda börnin okkar allavega, til þess að vernda fólk sem kemur í kirkju. Kirkjan á að vera öruggur staður, en það er alltaf breytast. Svo sjáum við líka hvernig illmenni eru oft við völd og nota valdið sitt til þess að græða sjálfur og stjórnmálamenn sem eru bara venlegir borgarar með sínar skuldir og hluts eru á þingi í nokkur ár og þá allt í norður milljónamæringar og margmilljarðamæringar. Og við sjáum hvernig þjóðir eru farnir að ráðast á hvora aðra. Ég leita á neti í gær og þá að tala 38 þjóðir í stríði. Ekki í baráttu eins og Rússar og Úkraínu eða eins og Gaza og Ísrael, Hamas og Ísrael, en baráttu. Það getur verið uppreisn innan lands, það getur verið eiturlyfjastríð, það getur verið styrjaldi milli landa. Margar hverjar eru bara faldar, en það eru þúsundir manna sem líða. En það er líka ógn og það eru margir sérstaklega áhrifamenn sem eru með áhyggjur. Hvað gerist? Hvað gerist í Úkraínu? Munu Bandaríkjamenn að Evrópa hjálpa Úkraínu að því magna Rússar henda stóri sprengju á stórborgir? Hvað gerist? Kína er farin að sýna áhuga á Filippseyjum, á Ástralíu meira að segja, eyjarnar í kring. Hvað gerist? Við vitum það ekki. Og það er svo gott að vita að þó svo að Jesús segja okkur í Mattheus 24 að það veri mjög erfiði tímar, þá segir hann líka við vitum ekki hvað framtíðin er og það er ekki okkar að vita það. Við viljum lifa lengur en það eru vandamáli í kringum okkur. Ef við færið í Jónas og Guðspjall 13. kaflan, ég ætla að lesa hana texta fyrir ykkur, 19. versið, og þessi texti þýðingamikill þegar maður lítur á framtíðina. Það segir Jesús, ég segi þið þetta núna áður en það verður, svo að þið trúið þegar það orðið að ég er sá sem ég er. Tók eftir þessu. Akkur er Kristur að segja okkur fyrirfram hvað gerist? Er það til þess að við getum sagt þetta mun gerast og við höfum full vissu hvernig framtíðin verður? Nei. En samt er það að kennimenn og prestar og aðrir þeir hafa tilhneigingu til að skrifa línurit og segja þetta gerist næst, svo kemur þetta
og svo kemur þetta, og svo kemur þetta, svo kemur Kristur, svo. En Jesus segir, ég segi ykkur að núna, áður en það gerist, svo að þegar það gerist, þá vitið þið, ég er Kristur. Ég er Messias. Kristus segir okkur í spádómum, svo að okkar trú mætti auka, svo lítum á Danielsbókina, 2. kaflan, 7. kaflan, og við lítum á mannkynnssöguna, orð sem voru sögð fyrir 2500 árum, standast í dag. Og miklir menn, valdamiklir menn, hafa reynt að hnekka á þessum spádómi gegnum aldirnar, þeim tekst það ekki. 8. 9. kaflinn í Danielsbókinni, margir deila það og segja þetta eða hitt, í staðan fyrir bara að lesa textan, rannsaka orðið og svo bíða og sjá hvað gerist. Leyfa Guði að þekkja framtíðina og þá höfum við frið. Við þurfum ekki áhyggjur að því hvort það verði stóra styrjaldir eða heimstyrjaldir eða að sjórinn hækki og setja borgir á kaf. Við þurfum ekki áhyggjur að því. Kristur veit hvað framtíðin er. Hann hefur framtíðin í höndum sér og við þurfum engu að kvíða þegar við setjum traust okkar á hann. Það er merkilegt hvað það er sterkur vilji og þrá í öllum til þess að lifa. Hafið nokkuð tímann hugleitt hvað gerist þegar fluga kemur nálægt ykkur og þið reynir svona að slá í hann og drepa hana. Hvað gerir flugan? Við erum svona að hlæja þið heima í eldhúsin hjá okkur kemur fluga og ég í flugnarspaða. Hún er horfin, hvar er hún? Meira þess að í flugum og öllum dýrum þessi sami vilji til þess að lifa. Það var aldrei ætlast til þess að sköpun Guðs myndi lifa smá tíma og svo deyja. Guð ætlaðist til að hans sköpun myndi lifa í frið og hamingju og ánægju alla eilífð. Ég heyrði moskítóflugurnar að vera konur hingað til landsins. Verður ykkur á góðu, þeir með hafa þær eins margar að viljið? Nei. En það er vilji okkar til þess að lifa. En af einhverjum ástæðum hefur Guð takmarkað líf lengd okkar. Og ég held, eins og ég sagði hérna fyrir 2 dögum, að það er gott að við lifum ekki 1000 ár. Að lifa við stór veikindi, örkuml eða ánauð, það er ekki skemmtilegt. Svo Guð takmarkar líf okkar en lofar ótrúlega framtíð. En það er líka vilji hjá okkur að njóta lífsins til hins fullnustu. Hafið séð hvað margir kaupa lottómiðana? Í Bandaríkjunum þegar að lottóvinningurinn stækkar og fer í kannski í $1,000,000,000 eða meira, þá fara allir út í búð að kaupa miða, 10 miða, 5 miða, 2 miða. Möguleikin á að vinna er 1 á móti næstum því 300 milljón. En það er þessi þrá, við viljum hafa eitthvað gott, við viljum vinna, við viljum hafa fjármagn, við viljum að við sem ekki hafa áhyggjur á morgundeginum. Það er þessi þrá í okkur, þessi löngun í okkur, en það er sama hversu marga milljarða við höfum, það lengir ekki líf okkar, ekki mikið. Og við tökum ekkert með okkur Elon Musk, þegar sögðu að hann er virði núna $500 milljarða. Það er ekki hægt að reikna svo mikið út, hann getur ekki eytt þessum peningum á ævinni. Það er ekki hægt. Þó svo hann eyði $1,000,000 á dag, það er ekki nokkuð leið. Hann fer ekki með neitt af þessu í dauðan. Og sama hversu mikið fjármagn við höfum, sama hversu mikið við njótum, það kemur endir hérna í jörðinni. Þess vegna er ég okkur líka þrá að vita meira hvað er handan, hvað er lengra. Og Guð hefur sagt okkur eitt og annað það sem er í framtíðinni. En við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Í Mattheus 24 þá sagði Jesú okkur
að í framtíðinni verða svo miklir erfiðleikar, meira en þessi jörð hefur nokkuð tíðan séð áður. Og þá spurning, hvað að tala um? Óttaslegið, hræðsla. En Kristus sagði líka í gegnum Pál, það sem jörðum fara í gegnum svipuð reynsla og þunguð kona sem að því að fara að eiga barn. Við mennirnir við getum aldrei vita hvað það virkilega Dóttir mín, hún á von á barni og hún getur farið að eiga núna hvenær sem í Florida. Og kona mín, hún alveg að bíða, getur hún farið í flug, verður hún komin áður en á. Þó svo þessi sársauki, og konur þið getur sagt okkur mikið meira um þetta, þegar barni fæðist og kemur í faðm móðurinnar, þá gleymir sársaukin. Þetta það sem Pál líkti og sem Guð gaf okkur sér líkingu. Jörðin mun fara í gegnum sára reynslu, en það ekki okkar að einblína á sársaukan. Við þurfum að horfa handan við það. Þegar að stormur að koma, þegar fellibylur á leið til Íslands, djúp lægður á leiðinni hingað, Veðurstofan var okkur við að segja það er gul viðvörun, það er rauð viðvörun. Gætið ykkar ekki keyra fyrir horni með kerrurnar ykkar eða stóru bílana. Það er ekki Veðurstofan að kenna það sem gerist. Veðurfræðingarnir stilla ekki veðrið og veðurofsan, en þegar var okkur við og þegar við vitum að koma stormur, þá gerum við viðeigandi ráðstafanir. Guð er ekki sá sem skapar vonda veðrið og vonda ástandi á jörðinni. En hann segir okkur, sá dagur mun koma að þessi jörð mun fari gegnum hrikalegar reynslur, og þetta er bara eins og veðurfræðingur að segja okkur um veðrið. Guð að láta okkur vita hvað mun koma svo við getum verið tilbúin, og undirbúningurinn er ekki að fá fullt af mat og fullt af peningum og vistum og skotopnum og fela sér einhverju byrgi. Undirbúningurinn er að læra að treysta á Jesum Krist. Það var maður í West Virginia sem var í kirkjunni. Hann var gamall en hafði lifað margt, og hann talaði einu sinni, ég á lóðinu minni og stórt og mikið land, og það er hellir sem er velfalinn, það getur enginn fundið þennan helli, hann er fullur af vistum, og það er erfiði tíma að koma sem spádómunum, þá mun enginn finna mig og ég mun verið í góðu standi. Ég segi, já, rétt. Ég reikna með þessi dái núna. Hver veit hver á þess að vistir eða hvort það sé bara rusl sem verið eyðilegt þar. En meira þessu djöfullin veit hvað þessi hellir er. Hellir, vistir, bjargaðir ekki. Undirbúningurinn fyrir framtíðina er að treysta á Jesum Krist. Og í stað þess að horfa á vandamálin sem koma, þá er okkar köllun að horfa á loforðin um framtíðina. Hvað er það sem Guð ætlar að gefa okkur? Og það sem ég langaði að eyða smá tíma með ykkur hérna í morgun. Kristur lofar að hann mun koma aftur. Ekki sem unga barn, ekki sem maður, heldur sem konungur konunga, drottin drottna og Guð almáttugur í mikilli dýrð. Þegar Sál sá Jesús í sýn, hann féll niður sem dauður. Jesaja féll niður sem dáin væri. Daniel var svo lamar, hann gat ekki hreyft sig. Jóhannes, hann bara lá skelfingu lostinn. Jesús kemur í meiri dýrð og við fáum að sjá hann, og þeir sem ekki treysta á hann, þeir sem ekki hafa gefist hann, þeir sem ekki hafa undirbúið sig fyrir það, þeir munu liggja eins og hráfið á jörðinni, en þeir sem treysta á hann, þeir líti upp og segja, þetta er minn Guð. Hann kemur sterka rödd, vekjara klukkan, blæsi lúðurinn þannig að grafinnar opnast, milljónir, þúsundir og milljónir engla með honum í mikilli dýrð, og við, þeir sem að treysta á Jesum Krist, þeir sem kjósa hann, sem leyfa honum að fyrirgefa sig og meðtaka þess að frjálsu gjöf, þeir fá gjöfuna, þá búið að borga farmiðan. Þeir munu standa og segja, sjá, þetta er drottin Guð minn, þann sem ég hef treyst á. Þetta er að koma. Og sama tíma þá munu grafinnar opnast,
Og þeir sem að treystu á Guð, þeim eru umbreytast, þó svo að Jób sé búin að vera í gröf í 1000 ára, beinin horfin, holdið horfið, fötin eru horfin, þá sagði hann, ég mun sjá hann með mínum eigin augum. Og þeir sem eru dánir í Krist munu rísa upp og þeir munu stíga upp til himins og síðan munu við sem eru á lífi fylgju eftir og samanast þeim. Því við vitum að djöfullum er reyna að herma eftir komu Krist og hann mun sjálfs að koma sem dýrðari engill, þykjast vera mikill maður og kannski vera réttur ofan jörðina svo hann stígur ekki beint á jörðina. Allir sjá hann í sjónvarpinu og fólk flikkist til hans, hann læknar einhverja og opnar kannski einhverja gröfuð eitthvað. Þeir sem að þekka Biblíuna munu aldrei blekkjast. Þeir munu ekki hlaupa og horfa á. Þeir vita að þegar Kristi kemur einhver mikilli dýr með lúðurhljóm, milljónum engla, við munum rísa upp ásamt ástunum okkar og öðru sem að dáið undan okkur. Og við munum mætast og sjá drottinn Guð í dýrið. Þetta er framtíðin. En það er meira sem hann lofar okkur. Við hugsum ofta að vera gaman að þekka einhverja voldu og einstaklingar sem hjálpa okkur þegar við erum í vandamál. Við vorum í Kenía og nýlega með hóp frá kirkjunni okkar, fórum í Masai-þorp, þar sem eru 5 litlar kirkjur. Og aðstoðarpresturinn minn, hann hefur verið vinna með þeim, hann er frá Kenía sjálfur, svo við fórum þangað. Og við höfum safnað peningu til þess að bora fyrir vatni hjá þeim, það er ekkert vatn. Og þegar við vorum hana, þá voru sumir einstaklingar fullorðnir sem borða 2 máltíðir á viku. Það er allt sem að hafa, það er hungur. Svo við höfum verið að safna fyrir að bora fyrir vatni og við höfum fjármagnið og Maranatha International California þeir ætla að bora en þeir vantar að fá leyfi. Það gengur illa að fá leyfi ef við þekktum eitthvað sem hefur mikil áhrif og getur fengið leyfi svona. Og stundum var gott að hafa þessi áhrif og þessi tengingar að maður geti fengið leyfi strax eða redda því sem þarf að redda. Í Óperubókinni 3. kaflanum segir Jesús að þeir sem eru hans fólk munu hafa rétt til að setjast í hásæti hans hvernig sem er. Bara vá. Alveg eins og Kristur settist í hásæti við hliðan á hinum aldraða, Guði föðurnum sem er kallað. Þá segir hann, þú munt hafa rétt sem systkini mín, sem fjölskyldu mín, sem prinsar og prinsessur að setjast í hásæti mitt. Það er ekki bara, þú fær forréttindum að sitja og prófa hvernig að máta það og passa hvernig það er. Nei, þú hefur rétt til að sitja þar hvernig sem er. Það lítur að vera stórt hásæti. Voldugt. Jesús Kristur, Guð almáttugur, er bróðir þinn. Þú getur talað við Guð hvernig sem er. Þú getur talað við Guð almáttugan sem elskar mannkynið svo mikið hann gaf son sinn enginn. Jesús er bróðir þinn. Hann er almáttugur Guð líka. Og í nafni hans sem bróðir og systir hans getur þú kallað á Guð og sagt mig vantar hjálp. Og einn dag farðu að vera í návist hans og setjast í hásæti Jesú Krist. Hvíta húsið kemur ekki nálægt því. Kremlin kemur ekki nálægt því. Það er bara að hverfur í skuggan af því sem Guð er að gefa þér. Og Biblían í 14. kaflanum það segir að fólk Guðs fara að ferðast með Jesú hver sem það fer. Mér finnst gaman að ferðast. Það er gaman að skoða nýja hluti. Þú farð að ferðast með Jesú Kristi hver sem það fer. Alheimurinn. Og það er ekkert Star Wars, stjörnustríð. Það er ekkert svoleiðis að ferðast eitthvað ljótar verur, skrýmsli hér og þar. Jesús Kristur að skoða alheiminn, ferðast alheiminn með 1000 engla, 1000 einstaklinga. Þú farið að vera hluti af hans fylgdarliði
hvers sem að fer, ef þú vilt. Og hann segir í Pétursbréfinu að við verðum konunglegt prestafélag. Konungar, hefðbundið, þetta voru stjórnendur ríkisins. Og mér skilst að þessu sem að Pétur er að tala að við mannfólkið verður hluta ríkisstjórn Guðs til þess að leiða og leiðbeina allan alheim, en líka prestar tala Guð og segja sögu Guðs. Og það sem merkilegt að Guð skrifar ekki eigin skýrslu, montar sig ekki hver hann Resume, eða það í Bandaríkjunum allar að sækja vinnu, þú verður að skrifa resume og skrifa svona montskýrslu hvað þú gerir, hvað þú hefur gert og akkur ætti að ráða þig í vinnu. Kristus sagði í 5. kafla Jónasarguðspjalls að ég skrifa ekki sjálfa mig. Vitnisburður minn sjálfa minn, hann enginn. Ef ég skrifaði sjálfur minn eigin vitnisburð, það var ekki gilt. En við getum sagt sögun Guð. Við getum montað okkur á Guði, við getum talað Guði eins mikið og viljum, og ég alveg sannfærður það, alla eilíð munum við aldrei geta tæmt og þekkt Guð alveg. Við erum alltaf að hafa meiri spurningar, alltaf meira til þess að læra, alltaf meira til þess að kynnast og sjá nýjar hliðar á Guði. Þetta fáum við að gera. Og það sem meiri við fáum að borða af lífsins tré. Svolítið merkilegt að Hollywood, þeir hafa gaman af að hafa myndir lífsins tré. Avatar, það sem þú tengist með einhverju skotti í lífsins tré og svona, þetta eins og internetið tengjast við alheiminn og aðra myndir, lífsins tré og tengjast við móður alheimsins. Það ekki lífsins tré. Lífsins tré raunverulegt og það í návis Guðs og það ber ávöxt 12 sinnum á ári, ekki bara einu sinni á ári, 12 sinnum á ári og mismandi ávöxt í hverja mánuði. Og það sem meiri að laufblöðin eru til lækningar þjóðana, ekki fyrir líkamlega lækningu, heldur ég samfærum að það til þess að lækna samskipti manna á milli. Þegar þú lítur á líf þitt, það einstaklingar sem hafa lagt í einelti eða áreitt þig, fólk sem hefur sært þig. Það kannski sumir sem þú hefur lagt í áreitt eða sumir sem þú hefur sært. Guð sópar ekkert undir mottuna. Hann gefur okkur tíma til að tala saman, laga allt það sem hefur farið rangt og laufin eru síðan til lækninga. Hvernig það nota veit ég ekki, hvort við bryðum niður og étum eða hvort við nuttum á okkur. Það ekki útskýrt. Það bara sagt að lífsins tré, ávextirnir gefur okkur líf, eilíft líf og blöðin eru til lækninga þjóðana. Guð ákvað að leyfa syndinni frelsi til þess að vaksa og þroskast, til þess að eyðileggja allt saman. Sársökin sem við höfum, hann kom og tók þátt í því og síðan læknar hann allt. Einhver sagði Guð vondur maður, vond persóna. Ímyndað hvað Guð gerir. Hann hendir Satan út af himnum, hendur hann til jarðar og læsir hann hér. Það eins og maður sem hendir börnum inn í stórt herbyggi, leikmissal, tekur svo ljón og hendir hungra ljón inn í herbyggi og læsir. Og svo ræðst ljónið á börnin og börnin get ekkert gert þess að vernda sig. Og kunningi minn sagði við mann sem var að segja þetta, hann sagði já, en Guð kom inn í herbyggi sem var læst og réðst á ljónið. Hann sér okkur. Við erum ekki ein í þessari baráttu. Guð kom sjálfur og meira segja eftir að hann komin aftur og við erum til himins, hann mun halda áfram að sjá til þess að allur sársauki frá jörðinni tæmdur, afgreiddur, hent í burtu og gleymist, fyrnist í minningu okkar. Lífsins vatn. Hafið þið heyrt ævintýrin brunn æskunnar? Hennar á himnum. Borgin helga,
stærsta fjall í heimi, í alheiminum. Áin rennur frá hásætinu efst uppi í gegnum borgina, glerborgina. Og að drekka af því þú færð að drekka af lind lífsvatsins. Vitið hversu stór borgin er? Biblían gefur okkur mál. Málið er ekki í metrum og kílómetrum eða mílum. Það er í öðru máli en við vitum hvað það þýðir, hvað það er samtengt í kílómetrum. Borgin er sögð vera í ferning 2400 kílómetrar á hlið. Það er Chicago til Las Vegas, beinlína, ferningur. Og það sem meira er, hæðin er jafn mikil og breiddin og lengdin. Og ég held mörg ár þá taldi ég að það væri svona hlutfallslegt. En svo áttaði mig á því að það eru bara 2 staðir í Biblíunni sem er fullkominn ferningur. Það eru borg Guðs og hið allra helgasta í musturinu. Bæði er það sem Guð dvelur. Og þess vegna er ég sannfærður að borgin helga sem Guð er að undirbúa. Jesús sagði, ég mun fara og útbúa stað fyrir ykkur, svo kem ég aftur. Og þessi borg sem hann er að útbúa er 2400 kílómetrar á hlið og hæð. Það er geimstöð út í geim sem menn hafa sett upp. Hún er ekki með 350 kilometra upp. Borgin helga nær 5 sinnum lengra út í geim eða meira en það. Þessi jörð getur ekki haft þessa borg, það er ómögulegt. Þessi jörð mun snúast vitlaust eins og drukkin maður og eyðileggjast. Enda segir Guð í Åpenbaring 22. kaplanum, ég mun skapa nýja jörð og nýjan himinn. Hann mun ekki bara laga þessa jörð. Hann mun skapa nýja jörð og sóla verður ekki þörf á. Því að Guð er þar, svo mig grunar, ég veit ekki, mig grunar að jörðin sem Guð skapar mun ná yfir sólina, Merkúrí, Venus, jörð, kannski meira. Hver veit? Því að borgin er það stór, það þarf risa jörð til að halda henni. Og þessi jörð, þessi borg er búin til úr gulli svo tært að það er næstum því gegnsætt. Alls konar gimstenar sem okkur finnst gaman að nota þess að skreyta og vera með skartgripi, og Guð elskar skartgripi. Borgin skín og glampar og geislar af sól og fegurð og ljósi. Yndislegu staður að vera á. Og Guð er að útbúa höll fyrir þig sem verður þitt heimili í borginni. Þú munt eiga sama stað í borginni. Og síðan í Jesaja 65 segir hann, þú færð að búa til höfðasetur út í sveit. Hvar sem þú vilt á jörðinni. Ég er búin að ímynda með stað fyrir mitt sveitasetur, ég veit alveg hvar það verður. Eða hvernig landslagi verður. Við fáum að byggja okkur hús og eiga heim í því, og Kristur ætlar að byggja fyrir okkur kastala í borginni. Við fáum að rækta jörðina og njóta ávaxtar hans sjálf. Við verum ekki þrælar einhvers annars auðvalds. Við verum frjáls að lifa lífi sem við getum ímynda okkur. Og það sem meiri er, Guð sjálfur mun búa hjá okkur. Hann mun flytja miðstöð sína frá hvaðan sem það er til þessara jarðar og búa hér. Og það er merkilega hvernig við lesum í spámanunum, Satan sagði, ég vil sita á hæsta fjallinu. Ég held að hann hafi verið að eiga þar við borg Guðs. Hann vildi sitja þar hæst í borg Guðs, staðin þar sem Guð dvelur, og taka þann stað fyrir sjálfan sig og vera Guð. Hann er engin Guð. Hann getur ekki skapað. Hann þekkir ekki framtíðin áður en hann kemur. Hann veit ekki hver elsta fortíðin er. Hann er engin Guð.
Það eru 3 tilvitnanir í morgunstjörnu í Biblíunni. Jesaja 14 segir að Satan var árborin morgunstjarna. Ábyrgðarbókin 22. kaflinn segir að Kristur skínandi morgunstjarna. Og þegar Satan féll, hann misti titilinn. Ábyrgðarbókin 12. kaflinn talar að Satan fór til himins, hann hafði farið fram og tilbaka í Jóbsbók, þannig að hann var ekki bundinn við jörðina fyrir eftir krossin. Þegar hann sýndi sitt eðli að drepa Guð, það sem hann vildi gera. Þá fer hann til himins og Kristur stoppar og segir, nei, ég Guð. Þú kemur ekki hér út með þig. Héðan frá ert þú Satan, djöfull og dreki. Hann ekki lengur morgunstjarna. Og það svolítið svona skondið að það einstaklingar sem að vilja tilheyra Satan, hinu illa, og þeir vilja kalla sig og breyta löggiltu nafnið sín í Lúsifer. Lúsifer ekki nafn Satans. Það var aldrei nafnast, það var titill. Það er latneskan fyrir orðið morgunstjarna. Kristur morgunstjarnan. Kristur skínandi morgunstjarna. Og ef þú þýttar í latnesku, þá Kristur skínandi Lúsifer og Satan hefur tapað sér nafnið. Þegar menn segja, ég vil vera Lúsifer. Þú vil tilheyra Jesú Kristi. Satan þykist vera Guð, hann þykist vera jafnguði, hann þykist eiga rétt á þessu, hann á enga rétt á þessu. En það sem meira engin annar engill hefur nefndur morgunstjarna. Kristur sem algjör Guð gerði skínandi morgunstjarna meðal englana til að sýna þeim eiginleika og persónleika Guðs. Gabriel ekki nefndur morgunstjarna. Satan tapaði titlinum, en í öðrum kafla Ábyrgðarbókarinnar, í 28. versinu til Þýatírus kirkjunni, þá segir Guð, ég mun gefa þér morgunstjörnu. Hann ætlar að gefa syndugum mannum sem hafa verið endurreistir, endurskapaðir, lyft upp til himins, hann mun gefa okkur titilinn morgunstjarna sem ofar englum, titil sem Satan hafði og glataði. Og það passar við það sem Pétur sagði, að við munum vera konunglegt prestafélag. Aðri englum. Vá! Gjöf Guð sem hann ætlar að gefa okkur ofar nokkru sem hægt að ímynda sér. Það eru fáir sem að eignast marg milljarða. En þeir geta ekki átta til eilífs. Stuttan tíma njóta svo deyja þeir. En þeir sem að kjósa Jesum Krist, sama hver fortíð okkar sama hversu brotin við erum, sama hversu vandamálin hjá okkur, sama hversu sárt lífi getur verið, ef við þiggjum gjöf Guðs, við eilíft líf. Við fáum höll, hús, íbúð í borg Guðs sem að glitrar af gulli og gimsteinum. Við fáum frelsi að ferðast alheiminn, við fáum að taka af lífsins vatni og lífsins tré, við fáum að byggja höfðasetur út í sveit, planta aldingarða í kringum hús og njóta lífsins dýrana, náttúrunar. Við fáum að njóta þess að vera til. Við fáum að setjast niður með apostolunum, með Móses, með Nóa, Adam, Ester, Maríu. Þetta framtíð sem Guð hefur til handa fólki sínu. Jú, við vitum að í dag stundum erfiðir tímar. Illskan eykst, valdaníslan eykst. Og við vitum að kirkjan mun fara í gegnum erfiðan tíma. En loforð Guðs stenst. Sálmarnir 91. Ég samfram að þessi kafli á sérstaklega við fólk Guðs, kirkjuna, þegar að tímanu verða erfiðari en nokkuð til áður.
Það segir, sæll sá situr í skjóli hins hæsta, sá gistir í skugga hins almáttuga, sá segir við Drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn ég trúi á. Sæll sá situr í skjóli Guðs hins hæsta. Hann frelsar þig úr snör fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar, hann skýlir þeir með fjöðrum sínum undir vængjum hans, mátt þú hæli leita. Trúfesti hans skjöldur og verja. Eigi þarft þú óttast ógni næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina reikar í dimmunni eða síkina geisar hádagið. Þó 1000 fallið við hlið og 10.000 þér til hægri handar. Það nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli Drottinn. Þú hefur gjört þér hæsta aðhvarfi þínu. Engin ógjafa hendir þig, engin plága nálgast tjald þitt, því að þín vegna býður út englum sínum til þess að gæta þínu öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til að þú steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga ofan á höggorma og nöðrur með tróða fótum ljón og dreka. Af því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlega. Ég vil metta hann með fjölda lífdaga og læta hann sjá hjálpræði mitt. Þetta lofar Guðs til kirkjunar. Jú, Guð segir, Kristus sagði okkur, það mun vera mjög erfiður tími. En það handan þess sem þú horfir. Og kirkja mun fari í gegnum hann erfiða tíma, en það bara stuttan tíma og síðan sjáum við eitthvað stærra og meira. Og í 12. kafla Ofurbókinar, 11. versi, þegar búið að segja að Satan var hendi í jarðar, það segir hann, við sigrumst hann fyrir blóð Jesú Krist. Það búið að vinna. Við sigrum fyrir blóð Jesú Krist og með vitnisburði okkar, það segir, já, Jesús minn, ég á hans liði. Og við hræðumst ekki. Hvað getur djöfullinn gert? Tekið líf okkar, hann bara fyrir að sofa og hafa hvílustöð og Kristi kemur aftur. Sigurinn vís. Það frágengið. Blóð Jesú Krist sigraði fyrir okkur. Það ekkert sem getur gert til þess að bæta við sigur Jesú Krist. Það ekkert sem getur gert til að láta Jesú elska þig meir. Það ekkert sem getur gert til þess að öðlast eilíft líf. Það gjöf Guð sem í þinni hendi til núna, öll fortíðin fyrirgefin. Og einn dag mun Guð taka burtu alla depurð, allt tunglindi, alla sorg. Og hann segir, hvílstu í dag, þú hefur frelsið að taka dag af í hverju viku til þess að njóta þess og til að minnast þess að einn dag mun þú vera konunglegt prestafélag. Einn dag mun þú vera morgunstjarna. Einn dag mun þú ferðast alheiminn. Og sumir segja að það vera fáur á lífi þegar Kristi kemur. Það athyglisvert að Kristur spurði, verður einhver á jörðinu þegar ég kem sem trúir á mig? Svarið já. Ofurbókin 7. kaflinn. Margir miskilja textan. Það segir Jóhannes, hann heyrði að hópnuð 144.000. Og hann segir, ok. Merkileg tala, 144, 12 sinnum 12. Það er 12 ættkvíslir. Einn af sonum Jakobs fór frá, hafnaði öllu góðu. Svo Jósef, þegar hann fannst, þá voru við ennþá bara 11. Svo Jakob breytti og sagði, Jósef, þú ert ekki einn af ættfeðrunum, en synir þínir báðir verða núna 2, þú fær 2-faldan skamt. Það voru konið 12. Og þegar lærisveinarnir, þeir voru, hvað margir voru þeir? 12. En einn þeirra var vondur og sveik Jesú og það var að fá annan í staðinn. Af hverju? Til að fylla töluna 12. Voru það bara 12 sem fylgdu Jesú? Nei, það voru margir sem fylgdu honum. En 12 táknar eitthvað. Það þýðir, það eru allir. Það vantar engan. Það vantaði engan á þessum 12 ættfeðrunum. Það vantaði engan á 12 lærisveinum. 144 margfaldar gamla Nýja testamentið. 1000 sinnum meira. Þetta er eins og krakkar að leika í sangkassa. Pabbi minn er sterkar en pabbi þinn. Nei, pabbi minn er sterkar en þinn. Pabbi minn er 100 sinnum sterkar en pabbi þinn. En minn er 1000 sinnum sterkari.
Það er þess að Guð sé að segja 104.000, það eru allir, það vantar engan. Og síðan í sama texta, rétt og eftir, þá horfir Jóhannes og sér fjölda sem hann getur ekki talið. Hann heyrir 144.000, það er nafnið á hópnum, hann heldur hann geti talið hópin og lítur við og horfir á hópin og hann er bara undrandi, vá, þetta eru svo margir, ég get ekki talið á. Guð frelsar fólk, hann kann að frelsa fólk. Það eru margir í dag sem fara ekki í kirkju, að þeir hafa verið særðir og meiddir í kirkju. Það eru margir sem þekki ekki og viti ekki, en þeir langar að heyra, langar að vita, og Guð kann að frelsa fólk. Guð mun útbýta miðum til himins og bjóða fólki að taka frjálst, og þetta er stór hópur. Og síðan var eitt sem kom til Jóhannes þar í sínu og sagði, Jóhannes, hver er þessi mikli stóri hópur? Og Jóhannes sagði, ég veit það ekki, þú veist það, segðu mér það. Og hann segir, þetta eru þeir sem kom út úr þrengingunni miklu. Gífulegur hópur sem Jóhannes gat ekki talið. Þeir eru ofar talningu, en það er allt Guðs fólk. Og í 14. kaflanum segir að þessi hópur 100 sem er kallaður 144.000, þessi stóri mikli hópur, þeir fylgja Jesú hvert sem hann fer. Af því að þeir fara í gegnum trúar reynslu. Svipaða því sem Jesús fór í gegnum í garðinum Getsemani. Ekki krossin, heldur í garðinum, þá þurfti Jesú að glíma við trú sína. Og í 3. kaflanum í Óperubókinni talaði Fíladelfíu söfnin, sem er söfnur kærleikans. Og Kristus segir, ég veit að trú þín er veik, en ekki gefast upp. Ég veit að það er gegnum erfiða tíma, en ekki hætta. Því ég mun styðja við þig, ég mun vernda þig og ég mun hjálpa þér, gefa þér styrk til að fara í gegn. Og Jesús staði læri senna, þegar þeir báðu meiri trú, hann sagði, meiri trú, þú þarft ekki meiri trú. Þú þarft bara trú. Þó hann sé pínlítil, treystu mér. Þegar Kristur gefur þér eilíft líf, málið er bara að taka við og treysta. Stærsta vandamál mannkynsins er eigingjarn hroki. Ég nefndi það í gær þegar Sál konungur, hann gerði lítil mistök, mannlega segja þetta lítil mistök. En þegar spámaðurinn kom til hans, þá herti hann hjarta sitt og hrokinn, nei, þú mátt ekki skamma mig, ég ætla að redda þessu. En Davíð sem var vondur maður, hann virkilega notaði vald sitt til þess að deyða saklausan mann. Þegar spámaðurinn sagði hann hvað hann hefði gert, hann brotnaði saman. Hann féll niður, grét og sagði, Drottinn, ég er syndugur maður, fyrirgefðu mig, skapi mig nýtt hjarta. Þetta er sama sem Faraó gerði. Guð sendi Móses til Egyptalands og benti Faraó, það er annar Guð, það er einn Guð, það er ekki margir Guð, það er einn Guð. Og hvert sinn sem pláman kom, hann herti hjarta sitt. Það sama sem Satan gerði. Þegar hann var að byrja að öfundast út í Jesú og Jesú sagði, komdu, leið mér að sýna það svolítið. Og Kristur skapar einn dag og annan dag og þriðja dag. Og svo 4., 5., 7. og svo Adam og svo Evu. Í hvert sinn þá spyr hann Satan, sérðu, ég er Guð, getur þú gert þetta? Og reynir að sannfæra Satan hver hann er. Og hann er sköpuð vera. Og síðan í Jóbsbókinni talar hann 38. kaflanum hvernig við sköpun, morgunstjörnurnar syngja saman tónleika til heiður sköpurinni og Kristur býður Satan að vera það við hlið sér. En hann herðir hjarta sitt. Eina leiðin til þess að glata eilífu lífi, til þess að fá ekki miskunn Guðs, er að herða hjarta sitt. Það byggist ekki á hversu góður eða vondur þú ert. Þó þú bjargir lífi 7.000 manns á viku, það hjálpar ekki neitt. En einn maður sem gaf líf sitt fyrir þig, hann borgaði sektina. Það trú á hann, það er eina sem getur breytt lífið þínu. Það er að játa Jesum Krist og þakka Guð fyrir eilíft líf, fyrir gjöf hans á krossinum. Það er að þakka Guði
fyrir hjálpræði. Þú munt hafa eilíft líf. Í gegn Jesum Krist hafa fortíð þín fyrirgefin. Og Guð ekki að uppljóstra skömm þína. Það er fyrirgefið. Sama hvar þú sama hvers konar líf þú hefur tekið þér, sama hvernig líkaminn þinn öðruvísi, sama hvað að gerast í þínu lífi, hversu margir hafa sært meitt mistök sem þú hefur gert, það breytir engu. Eina að þegar Kristur kemur til þín og segir, þú hefur gert mistök, leið mér að fyrirgefa þér. Ef þú herði, nei, ég gerði ekkert rangt. Það er vandamál. En þegar Guð talaði til þín og segir Drottinn, hér er ég. Guð segir, þú ert minn. Þú ert minn. Kærleiki Guðs og góðmennska mun stækka og stækka. Eflast í hjarta þínu. Og sumir hafa spurt, ef að Guð gerðist morgunstjarnan með englana og svo gerðist hann maður á meðal manna, hvað kemur því til leiðar eða kemur í veg fyrir að Guð gerist eitthvað annað í framtíðinni? 19. kafli Óperubókinni talar brúðkaup á himnum og þeir eru boðið í það brúðkaup. Kristur að kvænast kirkjunni, fólki frá jörðinni sem meðtekið gjöf hans. Og hann heitir sjálfum sér að vera alltaf bundinn við mannkinn. Eilífð, alla eilífð, Kristur bróðir þinn. Og býður þér að vera hjá sér. Blóð hans, vitnisburður þinn, engin ótti, engin hræðsla, sama hvað gerist, friður í hjarta. Þetta það sem Guð gefur þér. Jesús skaparinn, hann frelsarinn, hann besti vinur þinn. Ekki sleppa, ekki bíða með að meðtaka þessu gjöf. Og ég talaði þeirra sem að hlusta í útvarpinu líka sérstaklega, ekki bíða. Taktu við gjöf Guðs í dag. Eilíðin þín gjöf. Þetta gjöf Guðs til þín. Skulum biðja. Drottinn Guð, þú þekkir hvert okkar. Þú þekkir okkar fortíð og okkar framtíð. Og þú hefur gefið okkur algjöra fyrirgefningu. Þú meðtekur hvert okkar alveg eins og engin skilyrði, bara að koma og taka við gjöfinni. Og ég bið Drottinn að við mættum tengjast þér, kynnast þér og að góðmennska þín, þolinmæði og kærleikur mætti finnast í lífi okkar. Í samskiptum okkar og aðra. Og mætti við njóta lífsins til fullnustu, hvílast, minnast gjafa þinna, loforða þinna og mættu við einn dag vera í þinni návist og lifa eilífð, hamingju, heilbrigði. Mætti það vera okkar reynsla, okkar framtíð í Jesú nafni.